gestir, geggjað spjall, hér í sófanum. Hæ. Hæ, hæ. Á ég að byrja? Já, ég held að það sé betra. Ég heiti sem sagt Ágúst. Ég tómstunda- og félagsmálafræðingur og að vinna í frístundaklúbbnum Klettinum í Hafnarfirði og líka formaður félag fagfólks í frítímaþjónustu. Já, ég heiti Íris Ósk Ingadóttir og ég tómstunda- og félagsmálafræðingur og ég að vinna með Ágústi, reyndar í annarri deild sem heitir Vinaskjól og ég líka í félagi fagfólks í frítímaþjónustu, frístunda. Við vorum að breyta nafninu. Já, frístundaþjónustu. Frístundaþjónustu, já. Svona FFF, það bara mjög þægilegt. Við tölum yfirleitt það. Já, FFF, sumir hafa misskilt mig og haldi að ég segi þá fávitafélagið. Ég veit ekki. Þannig að stundum segjum við bara við sem í fávitafélaginu sem kannski samt ekki... Ekki rétt? Ekki rétt, nei. Þetta andstæðan við fávita að vera í FFF. Er það ekki svolítið svoleiðis? Jú, ég myndi að segja það. Já, ég myndi að segja það. Klálega. Og ég sérst varaformaður, þannig ég svona aðstofamaður Ágúst í öllu í lífinu, almennt bara. Já, bara yfirleitt, bara Já, það ekki. alla daga vikunar. Jú. Það bara, eða virkadaga. Virkadaga. Ég fæ frí helgar. Það frábært. Geggjað. Já, við kannski tölum aðeins, já. Tala FFF? Já, það ekki. Hefur ekki aðeins að ræða það? Jú, það einmitt svona umræða sem að sumspjöll byrja oftast á þegar maður segir þetta. Þú veist, hvað FFF? Já, það mjög erfitt að útskýra í einu setningu. Hefur þið reynt það? Ekki einni, nei. Nei. Hvað heldur þú svona fæstu setningarna sem ættu að útskýra hvað FFF Sko, mér finnst einmitt eftir að við breytum nafninu núna síðast að félag fagfólks í frítíma eða frístundaþjónustu og í raun og veru öll frístundastarfsemi og fagfólk þar eigi heima þar. Síðan alltaf spurningin alla notkun á öllum orðunum, hvort þú hefur notar frístund, tómstund, æskulýðsfélög, tómstundamiðstöð Tómstundamiðstöð? Já. Það er eitthvað orð sem í notkun? Já, það er allskyns, ég var rosalega til í að myndu fara í aðra einbett laga eins orðræðina þarna, en það er örugglega umræði eitthvað annað. Já, en allavega, fagfélagið sem sagt. Já, fyrir allt fagfólk sem að tekur þátt í frístundaþjónustu. Já. Það er ótrúlega stór hópur. Já. Og hann er alltaf að stækka eftir hvað ég meira í stjórn FFF. Þá er þessi hópur alltaf að stækka. Af því að maður er svo fastur í sínum heimi, þannig að fyrst var þetta bara svona, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar, því ég hef mest tengt því. En síðan, náttúrulega fyrir eldri borgara, það er félagsstarf þar, þetta er fyrir einstakling með fatlanir, það er félagsstarf þar, þetta er mjög vítt, sko. Já, algjörlega. Já, þannig að ef að maður er að pæla á ég heima í fagfélagi fólks í frístundaþjónustu, þetta er rosa erfitt nafn. Já, ég sammála því. En ég myndi samt ekki vilja breyta því, mér finnst það erfitt að... Kannski bara ég á mér erfitt með að segja F í þú sko, að fara í talþjálfun og fá að læra að segja F. Kannski er það bara ég líka. Já. En FFF er bara fínt, held ég. Já, F er mjög flott. En já, ef maður er í einhverjum pælingum á ég heima þarna, þá er svarið oftast já. Það er allir heima með okkur. Já, klárlega. Já. Líka nemar í til dæmis tómstunda og félagsmálafræði. Já, einmitt. Við tökum þeim fagnandi. Já, þeir líka borga bara hálft árgjald. Yes, þeir eru bara að vera að nema eiginlega, bara til að spara. Hvað er þetta? 1250 krónur sem sparar? Já, á ári. Ári, yes. Það er alveg bíómið. Já, á þriðjudegi. Já, en við ætlum, er þetta ekki ágætiskynning á FFF? Já, já, þetta er bara skemmtilegur félagskapur fyrir fagfólk. Já. Hún er svona að vita hvað við erum að gera, bara okkar á milli, bara hvað þú að gera og hvað þess að gera og svona til að deila þekkingu. Þetta er bara ótrúlega flottur vettvangur og líka bara svona vettvangur sem við getum staðið saman og barist fyrir því að sé fagleggi á þessum vettvangi. Algjörlega. Já. En jú, algjörlega. Jú, við ætlum að tala um eitthvað annað.
við ætlum að tala hvernig mögulega maður getur haldið fagleika á vettvangi, og það ekki eitthvað sem okkur langar svolítið að ræða. Var það? Jú. Jú, með, sko, af því að, sko, svari við þeirri spurningu finnst mér vera ungmennalýðræði. Já, ok. Þá er ég til í að ræða þetta. Það? Já, ég er svo fastur í lykilorðum, sko. Já. Já, það er allan að mín skoðun, sko, sem, og ég er rosa föst á henni eftir að ég er búin að vera að vinna á vettvangi ekkert rosalega langan tíma, en samt smá, að, þú veist, kjarnin í að halda fagleika í okkar starfi er að hlusta á einstaklingar sem við erum að vinna með, og það sem mér finnst það vanta mest er á meðal ungmenna oftast. Það, þú veist, það er svo oft þessi hugsunarháttur bara eitthvað, já, þau vita ekkert, eða þau veist, við fullorðna fólki vitum alltaf betur og alltaf segja ungmennum hvernig þau gera hlutina. Þannig að, þú veist, mér finnst þú vanta oft upp á, sko, ungmennalýðræði, og sen þegar maður fer að tala ungmennalýðræði, þá er fólk bara svona, já, hvað er það? Þú veist, það verður oft svo flókið fyrirbæri fyrir marga, en fyrir mér er þetta ekkert flókið, því að, þú veist, við lifum bara dagstaglega í svona lýðræðisheimi og það snýst eiginlega bara almennt að tala saman og bera virðingu fyrir hvort öðru. En síðan einhvern veginn breytist það þegar við fyrir að tala ákveðinn aldurshóp. Já, ég mitt er eiginlega bara mjög sammálaður þetta. Ok, nú getum bara hægt að tala saman núna. Já. Það er það bara komið. Þetta er frekar einfalt. Já, frekar einfalt. Já. En samt að við reynum að hugsa eins og ykkur sem finnst þetta ekki einfalt. Hvað er svona helstu svona? Sko, ég hef mitt verið að hugsa, sko, og nú fór ég að hugsa tilbaka, sko, þegar ég var ungur og var svona, að því mér fannst einhvern veginn heima á Ísafirði, einhvern veginn eins og unglingar væru óþolandi. Og veist. Unga fólki í dag. Já, og það var einhvern veginn rosalega mikið fyrir. En það mátti einhvern veginn ekki vera neins þar. Það mátti ekki hanga í sjoppunni. Nei. Félagsmiðstöðin var opin bara stutt og það var einhvern veginn og það var einhvern veginn svona fáir valmöguleika fyrir til að vera að gera eitthvað rétt. Já, glemdi að fá að vera heima hjá okkur, foreldrarnir þurfa að fá að slaka á. Já, þannig að, þú veist, mér finnst það svona líka eitthvað, þú veist, að svona þegar maður hugsa tilbaka, að þá var þetta oft eitthvað svona olnbogabörn í kerfinu. Já, ég bara upplega sjálf, ég var reyndar ungmenni í Reykjavík, en þetta var oft líka bara svona, þú veist, hvað á ég að gera í frítímanum mínum? Þú veist, maður gæti fara í bíó og fara í keilu. Það var svona að maður vildi brjóta upp á venjulega rútínu. En annars var maður alltaf að hanga úti. Þar var stærsti vettvangur sem maður gæti verið og hitta vini sína. Já. En hvað heyrir maður samt ungmenni sem er að hanga úti? Þetta er bara eitthvað svona vandræða ólingar og þau eru alltaf að skemma allt og það þarf að passa þessi ekki að hanga úti. Já, algjörlega. Það er einmitt, veist, það sem að mér finnst líka svona fegurðin við félagsmiðstöðvarstarf. Að þarna er það að koma þeim, þar ertu með aðstöðu fyrir þau til að gera eitthvað, eða ekki neitt. Já. Og líka það að þú ert með fagfólkana til þess að taka á móti unglingunum og svona kannski þau geta leitað ráða hjá starfsfólki og það er oft með svona oft með svörin eða getur kannski bent þeim í rétta átt til þess að finna lausnir á sínum vandamálum eða þau eru oft líka bara að vera á staðnum með nóg. Já. Bara að hlusta. Og það er líka, þess sem ég held ofta að komi gagnrýnin, eins og á starf bæði frístundaheimilum og félagsmiðstöðum, þetta sé bara starfsfólk að leika sér. Af því að þeir sem einmitt horfa svolítið á ungmenni sem einhvern svona annan flokk sem er einmitt svona, hvað er ungmennalýðræði? Þetta verður oft svo erfitt af því þetta er alltaf einhvern veginn svona sér hópur af einstaklingum og fullorðnu fólki finnst svo auðvelt að segja eitthvað svona, já, ef þetta á að vera eitthvað staður sem við ætlum að eyða pening í, þá er eins gott að það sé eitthvað vit í þessu, það sé eitthvað gagn þarna. Já. Og
og þess vegna ef það upplifa að það sé bara, þau komin í félagsmiðstöð og það bara starfsfólk að leika við ungmennin, að þá þetta allt í hennu ekki orðið eitthvað staði sem eitthvað virði. Nei. En það líka bara oft finnst mér vera kjarnin í ungmennalýðræði og að láta þeim líða vel og vera hluti af samfélaginu bara að vera á staðnum og hlusta. Já, sammála því. Já, við erum svo rosalega mikið sammála alltaf. Það er frábært. Ég var nú eitthvað að spá með þessar félagsmiðstöðvar. Já, einmitt, já, þannig kom þetta. Að það sem mér finnst líka svo gaman og það sem maður einhvern veginn að reyna að útskýra líka fyrir fólki það eru unglingar sem eru líka vöni að geta verið heima hjá sér að gera ýmislegt en þau geta kannski ekki verið þar með hóp. Já. Og það er kannski líka eitthvað sem mér finnst félagsmiðstöðin átt líka að vera svona sameiningartáknið í því að þá getur farið í félagsmiðstöðina til þess að gera það sem að þú vilt gera með hóp sem þú getur raun og veru ekki gert heima hjá þér. Af því að raun og veru það líka bara svolítið hugmyndin að þú farið að stjórna þér svolítið sjálfur en ert samt undir handleiðslu fagfólks. Já. Á meðan. Og ég held að það er líka sem að finnst mér svo fallegt í fagstarfi með ungmennum að þegar þú ert í hópi ungmennum og með starfsfólki þá sérðu ekkert endilega alltaf hver starfsmaðurinn er. Af því að til að leiðbeina og svona stýra í rétta átt ungmennum okkar þá þarf ekkert að vera yfirgnæfandi og skipandi. Nei. Og já. Já, við erum svona rosalega sammála með þetta en við getum alveg verið echo chamberin, við getum alveg verið mér svo leiðilegt að vera leiðendur. En hvað það finnst þér, því mér finnst kjarnin í fagstarfi með ungmennum og börnum vera ungmennalýðræði og barnalýðræði, hefur þú pælt í bara hversu snemma finnst þér að börn eiga að geta tekið ákvarðanir sitt líf, svona verið sem ákveðin stjórnandi í sínu lífi? Bara leið og þau hafa vit fyrir því og skoðanir á því, mörgu hverju. Já. Myndi ég segja, mér finnst kannski ekkit endilega alltaf fagfólksins sem á vettvangi að segja til hvað er ekki. Nei, ég held líka grunnurinn á að vera með faglegt starf að geta hlustað á hvað börnin vilja og stýra starfinu út frá hvað þau vilja, Já, algjörlega. Síðan fór ég ofta að pæla, því mér finnst þetta mjög auðveld pæling, þegar við erum komin í frístundaheimilin, af því þá er þetta orðið 6 til 9 ára einstaklingar. En síðan þegar ég fór að hugsa eins og með leikskóla, ég kannski hef líka bara minni þekkingu þar, þá fannst mér þetta að fara svolítið erfitt, ég myndi að vera að vinna í leikskóla með 2 ára börnum allan daginn. Og þau áttu að fá að stýra starfinu sem í kringu þau og fá að stýra heiminum sínum. Já. Ég sé bara fyrir mig kaos, Já, en Nú hefur maður alveg margótt brennt sig á því, þegar maður í starfi með, börnum og unglingum, að maður einhvern veginn bara svona, já, þið ákveðu hvað þið að gera og svo kannski kemur engin hugmynd. Já. Og bara, ég veit það ekki, og svo kannski, kemst maður svona aðeins á stað og maður er svona komin í ákveðna átt. Maður gleymir sér kannski, maður er í þessari hugmyndavinnu með, bara, börnunum eða úlingunum og ert að reyna að halda áfram með bara að leyfa þeim að skipuleggja sitt starf en þú ert komin og búinn einhvern veginn að investa þínum hugmyndum sem þér finnst góðar og líklega til að vera vinsalar hjá börnum eða úlingum og svo kannski það bara ekki að slá í gegn hjá hópnum, skilurðu. Já. Og þau eru að koma með aðrar hugmyndir sem að þú oft
þú kannski stundum svona smá ómeðvita slærið út á borðinu Já, af því að þú einhvern veginn svona þú ert með svo frábæra hugmyndir en það einmitt, þú veist, þarna líka sem að maður gleymir sér oft af því að maður er náttúrulega búin að vera í bransanum svo lengi að maður hugsar oft með sér að maður sé með eitthvað geggjaða hluti en svo, veist, svo þarf maður líka bara maður þarf að vera sína auðmýkt sko gagnvart öðrum eða sem sagt börnunum eða úlingunum veist, að þetta krefst miklu meiri þolinmæði maður þarf miklu meiri þolinmæði en maður heldur að maður þurfa að gefa oft af því að raunverulegt ferli fer kannski ekkert á stað fyrir en eftir klukkutíma hugvitavindi hjá sjálfum manni. Sko, þetta voru sko áskorunir sem ég held aldrei ég þurfti að svona, já, kemur svolítið inn á það áskorunir sem ég þurfti að hugsa út í þegar ég var komin á vettvang sem datt aldrei í hug að ég þurfti að pæla í. Þú veist, ég var í náminu, ég reyndar vann eiginlega ekkert með ungmennum fyrir en eftir námi, sko, eftir tónlistar- og félagsmálafræðina. Ég var aðalega að vinna með börnum og maður er í náminu og maður fara að læra svo fullt af hlutum og maður er alveg svona brennur á áhuga að geta bara fara að vinna með ungmennum og vera fagmaður á vettvangi til að gera heiminn þeirra betri og ég kom einhvern svona vettvang og var bara tilbúin til að gefa þessum ungmennum allt bara svona, ég er tilbúin til að gera allt með ykkur bara, og labbaði bara inn og var að stýra félagsmiðstöð og þau eitthvað svona, jú, þú veist, með bara fara að spila PlayStation og í borðtennis, já, þú veist, fannst það ekkert mál, en síðan svona í gegnum veturinn var ég bara svona, já, síðan sko stíll hjá Samfés og við taka þátt í þeirri keppni og við getum sótt hjá Evrópu unga fólksins og farið kannski í eitthvað verkefni saman og við getum gert þetta saman og síðan getum við tekið þátt í þessu í samfélaginu og gert svona og þau alltaf svona, jú, já, ég veit það ekki. Og ég bara svona, ég var tilbúin til að fara hana inn sem fagmaður og gera hlutina þannig að þau gætu fengið bara allt sem við vildi í heiminum og fengið öll tækifæri og gert bara lífið er ótrúlega skemmtilegt einhvern veginn en ég þurfti einhvern veginn að sætta mig líka svolítið við það að það er kannski ekkert endilega sem þau vildu og eins og þú segir bara, ég var með þarna ótrúlega stóra hugmyndir bara einhvern veginn að geta gefið þeim heiminn en þau voru ótrúlega sátt við bara mest í sínum heimi og þurfti bara ekkert meira í hann. Nei, algjörlega. Og sama, bara svona lítil verkefni sem maður var kannski að búið til draugahús með krökkunum og maður var búin að sjá fyrir sér eitthvað svona fyrirfram eitthvað svona risastórt draugahús og eitthvað, en þau bara eitthvað svona, já, nei, okkur langar bara að segja draugasögu inn í svona podcast og ég bara svona, já, þú veist, ég hef ekki að skreyta allt og gera okkur spúki og nei, okkur langar að pröfa það. Já, ok, alltaf, og það var einhvern veginn svona álíka svo stuttum tíma oft að snúa sér út úr einhverju sem maður er búin að sjá fyrir sér svo ótrúlega vel og dreyma snúa sér inn í einhverja hugmynd sem þau hafa sem passar einhvern veginn ekkert inn í manns eigins hugmyndir. Nei, svo er það líka bara spurningin um metnaðinn og þegar maður bara í þessu spjalli að þá fyrir maður að hugsa sko allar flottu félagsmiðstöðurnar og allt flotta starfi sem maður er að og hugsa með sér, er þetta raunverulega ungmennalýðræði sem er eiga sér staðana í þessu flotta starfi og þessar flottu hugmyndir eða er þetta í raun og veru bara flottir stjórnendur og komið með flottar hugmyndir sem eru kannski ekki akkurat það sem að ungmennin vildu en ég er samt ekki að segja að þetta sé slæmt sko, heldur þau njóta alveg góðs af þessu og þetta er skemmtilegt sem er verið að gera en það er ég lenti einu svona í umræðum svona ungmennalýðræði sem situr alltaf svolítið í mér og það var einmitt sem kemur líka bara svolítið út af hversu faglegur ertu og hversu vel ertu að vinna með ungmennalýðræði þegar þú ert að koma hugmyndir inn í félagsmiðstöðina og þessi umræða sem ég var í og þar var einstaklingur sem var bara eitthvað við höfum ekki komið neinar hugmyndir
þau hefur komið allar hugmyndir sjálf að meðan að aðri voru náttúrulega á þeim póla og þetta var umræða á starfstöðum samfélags sko. Og þá vorum talum bara því að starfstöðum samfélags þá fær maður fullt af hugmyndum og það verður að sína manna helling sem mann langar náttúrulega að koma með inn í félagsmiðstöðuna sína og segja frá bara svona, ég var að gera þetta, ég var að gera þetta og þessir var að gera þessa og mann langar svo að tala þetta við ungmennin sín og segja bara, þetta var geggjað sniðum, það hafði þið áhugað þessu og það var einstaklingur inn í þessari umræðu sem sagði bara, nei, maður á ekki að koma með hugmyndinar heldur, þá ertu að stýra þeim inn í það sem að þú vilt að þessu að gera í staðan fyrir að leyfa þeim algjörlega að hafa hugmyndina sjálfar. Já. Þannig að og þetta svolítið svona, var svona vangavelta fyrir mér, bara eitthvað svona, á hvað, bara að, er það lýðræði með 100% lýðræði að maður getur sett eitthvað upp þannig að maður sé meira að gefa hugmyndina það, hvað maður getur gert. Já. Ekki það að mér finnst það alveg þannig, þú er náttúrulega bara, ég er lifandi sem fullorðinn einstaklingur í einhverjum heimi að þá náttúrulega varpar maður hugmyndir á milli hvers annars og það er svona hluti af lýðræðislegum heimi. En mér fannst þetta samt svona skemmtileg, svona öðruvísi sjón á það að maður á bara að vera í opnum umræðum og fá hugmyndina algjörlega frá þeim í staðan fyrir að gefa þeim einhverja hugmynd sko. Já, mér vil stundum sko, nú ætla ég að vera svona, stundum þegar ég hef verið að vinna svona, þá hef ég fundið fyrir svona áhuga leysi og síðan verið bara lítill, hávær minnihluti eins og er í gangi núna á Facebook myndirnar að það er í raun og veru sko þessi partur oft hann sér kannski dagskrá og það er svo erfitt að fá sko fólk í sko að þetta er náttúrulega bara bein stefnumótun félagsmiðstöðvarnar fyrir árið dagskrárskipulagning að í raun og veru að þú ert ekki að fá aðilana þú ert ekki að fá alla að borðinu með því að gera þetta því að það hafi ekki allir áhuga á stefnumótuninni. Þannig að í raun og veru sko, hversu langt það er að fara. Þannig að er spurning hvernig best að gera þetta þannig að þú fáir sem mest út úr þessu. Já. Ég var að hugsa hvort það væri kannski þannig að það ætti fyrst að vera svona hugmynda stefnumótunardagur og síðan kosning, allsherjar eða hvernig, ég er svo sem hef verið lítið í félagsmiðstöðum, þannig að ég... Þetta er líka svona smá umræða sem kemur oft þegar við erum að tala ungmennaráð og það er það er alltaf verið að pæla í hvernig þú færð raddir allra ungmenna. Það er svolítið, fyrir umræðan svolítið alltaf út í það þegar við tala ungmennaráð. Bara með ungmennaráðum ætlum við að fá raddir allra ungmenna. Já. En við erum svolítið oft að fá inn í ungmennaráðin svolítið rjóman, eða þá tala svona rjómin. Einsleitur hópur. Já, svolítið einsleitur hópur sem er alveg eitthvað svona sem bullandi áhuga. Og því ég hef verið að lenda í umræðanum ungmennaráð, þá er svo mikið verið að tala sko, hvernig eigum við að fá þessa sem segi ekki neitt inn í ungmennaráð. Já. Og ég fór í mjög skemmtilega bara svona vinnu að finna út hvernig ungmennaráð virka og hvernig er best að setja upp og eitthvað og ég fór í heimsókn til Finnlands og kynna með ungmennaráð og þar var einstaklingur sem sagði bara þetta er svo vitlaus pæling þið þurfum ekki að fá alla af því það að setja saman dagskrá og skipuleggja dagskrána að setja í ungmennaráði og halda ræður og segja skoðanir sínar og pæla þannig. Þetta er bara ákveðið áhugamál. Sumir hafa áhuga á fótbolta og sumir hafa bara bullandi áhuga á skipulagi og aðrir hafa geggjan áhuga á ræðugerð og svona. Og það er bara mjög eðlilegt að þeir sem hafa áhugamál í skoðanaskiptum setji í ungmennaráði. Við þurfum ekki og þetta var sagt þá er bara svona já og þetta er ofta bara svona þegar hvað skrítið hvað við horfum öðru svo heim ungmenna heldur en fullorðna að þú ert aldrei að reyna að fá alla í ríkisstjórn. Þú ert ekki að reyna að fá sko allar gerðir af fólki í ríkisstjórn.
Nei. Þetta er bara ákveðið fólk sem hefur áhuga og þú velur út frá áhuga mesta fólkinu og hvað tala til þín. En síðan þegar við erum farin að tala ungmennin þá þurfum við sko að fá öll ungmennin inn í ungmennaráði sko. Já. Þannig að mér varst bara svona skemmtileg pæling sko, þú veist að það er bara alltaf lagi að þeir sem hafa áhuga á að segja skoðun sína fá að vera í því og þá er það kannski meira okkar verkefni sem fagfólk er að leiðbeina þessum ungmennum í þeim áhuga sínum. Að læra kannski þessa félagslegu samskipti að fá hugmyndir og skoðanir þeirra sem hafa ekki þennan áhuga en geta samt einhvern veginn talað fyrir þau. Já, mér finnst það bara, já ekki það, ég geti síðan haldið áfram að tala í ennþá lengri tíma ungmennaráð og stöðu þeirra í samfélaginu. Já. En ekki það, mér finnst, ég veit ekki betur, en mér finnst við vera á mjög flottri leið, þú veist, þessu í frístundaheimilum og félagsmiðstöðum að svolítið ýta undir þetta, þú veist, hver eru hugmyndir og skoðanir ungmenna og þeir að hlusta á þau. Og mér finnst það svolítið sjást líka svolítið, þú veist, mér finnst það alveg sjást meira í dag heldur en þegar ég var ungmenni, að mér finnst ungmenni vera meira ábyrgandi í svona alvarlegri umræðum í samfélaginu. Algjörlega sammála því. Mér finnst að hafa skoðanir, ekki það að það hafi ekki haft þar áður, mér finnst að ábyrgandi í að deila sinni skoðun og hafa áhyggjur og mér finnst skoðanir þeirra alltaf verða minna og minna punt. Mér finnst vera hlustað meira á raddir ungs fólks heldur en kannski hefur verið áður. Og mér finnst það alveg frábært. Bara, náttúrulega alltaf besta dæmið er loftslagsverkföllin og bara sá hópur og bara sá magnaði kraftur sem er þar og sem að og það fer fram á okkurum einasta föstudegi og hefur verið í gegnum COVID og snjóstorma. Og líka bara við erum einhvern veginn vonandi, eða veist, í mínum huga að þróa samfélag vonandi sem gera að verkum að ungmennum finnst bara í lagi að segja skoðanir sínar og bregðast við þeim, veist, eins og með loftslagsverkföllin og það, veist, að þau eru ekki hrædd við að halda verkfall, veist. Nei. Þau hafa bara trú á því að þetta er þeirra réttur og þau vita það. Já. Veist, mér sem ungmenn hafði aldrei þótt í huga fyrir verkfall, veist, það var bara eitthvað fyrir fullorðna fólki, sko. Veist, það er ekki eitthvað svona réttur sem ég hafði til að segja skoðanir mínar, sko. Þannig að Ef að eigna fagfólki í frístundaþjónustu eitthvað af þessu? Ég held að það er pottþétt hlutaði, pottþétt. Er það ekki? Jú. Ég myndi alveg segja það. Já. Alveg klárlega. Þá líka er það kannski komið svolítið út í það, veist, það er svolítið hluti af FFF, sko. Veist, það er þetta sem við erum svolítið að vinna með hjá FFF, er bara hvernig við getum ýtt undir fagleika á vettvangi svo að fólki í samfélagi okkar fá að blómstra. Við erum náttúrulega bara búin að tala ungmenni en náttúrulega frístundir ná yfir svo margt en náttúrulega ungmennin okkar eru svolítið kjarnin í börnin og ungmennin. Algjörlega. Já, svona stærstu starfsstaðirnir. Já. Og einingarnar. Já. Alveg sammála því. Ég er alveg sammála, ég held að starfsfólk starfsmann félagsmiðstöðva og frístunda heimila sé alveg svona stór hluti af því stór hluti af því að ungmenni er farin að segja skoðanir sínar og hvað segir maður, og framkvæma út frá þeim. Já, algjörlega sammála því. Ef við þá ekki bara í endan að minna á siðareglur
FFF, þar er inn á fagfélag.is. Endilega kíkja þar, þar eru mjög góðar og mjög gott leiðanesti fyrir fagfólk í frístundaþjónustu. Og Sammála því. bara, Já, endilega bara senda okkur skilaboð og hafa sambandi við okkur. FFF. algjörlega. Takk fyrir þetta, Íris. Takk sömuleiðis, Ágúst.